Nú skulum við syngja næsta sálm sem númer 352, Nær þér, ó nær þér. Við skulum rísa á fætur og lesa saman úr orðskveðunum 1:7. Það eru orðskveðnir 1:7. Orðskveðnir eru á eftir sálmunum. Ótti drottins upphaf þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapar einir. Við skulum biðja. Kæri drottinn, við lofum þig og þökkum þér og við fögnum yfir gæsku þinni og góðvildi okkar garð. Þakka þér fyrir að við getum komið hér saman og tilbeðið þig í þínu nafni. Og við þökkum þér fyrir þessa frelsun sem að þú býður okkur upp á hverjum degi. Þakka þér fyrir, drottinn minn, að hafa látið lífið fyrir okkur. Og við viljum biðja þig að vera ljós fyrir aðra eins og þú ert ljós fyrir okkur. Notaðu okkur, drottinn, til þess að vera blessun í þessum myrka heimi. Ég bið þig, drottinn, að tala til okkar með þínum heilaga anda í gegnum ræðumanninn í dag. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Þá skulum við syngja sálminn 380. 380.
Nú skulum við taka upp gjafir og mér skilst að það renni í safnaðarsjóð. Já. Kæri Drottinn, við þökkum þér fyrir alla góða gjafir sem þú gefur okkur. Megi þessar gjafir verða þínu starfi til blessunar og þér til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Jæja, krakkar. Það komið barnasálmur. Þið megið koma hérna fram með viljið. Og ef ekki syngja hver hefur skapað blómin björt, ég held að þið hljótið öll að kunna hann. Flott hjá ykkur krakkar, ég hef kannski þurft að hafa ykkur hérna upp á palli til að sýna okkur hreyfingarna, ég kann þær ekki nefnilega. En nú ætlar hann Kristján Ari að segja okkur sögu. Gjörðu svo vel, Kristján. Það verður einhverju fleiri krakkar þá með endilega koma fram með vilji að heyra söguna betur. En ég veit að það heyrist líka alveg frá aftur. En það var einu sinni þegar ég var aðeins yngri sem... Já, ég var allan aðeins minni. Að ég var að fara að reyna að finna mig vinnu. Og ég var ennþá í skóla en ég var samt að finna smá vinnu með menntaskóla og ég var að hugsa yfir sumarið. Og ég fór á eitt stað og það gekk ekki alveg og svo fór ég á annan stað. Og ég mætti og ég fekk svona að taka svona prufuvakt. Og þá var ég í búðinni og ég var að afgreiða fólk. Og vitið þið hvað heyrist þegar maður afgreiðir fólk? Bíp, bíp, bíp. Og svo byrjar að tellja upp hvað á að borga mikið og maður þarf að rukka og maður gefa tilbaka og allt svo leis. Og ég prófaði þetta og mér fannst það bara fínt, bara góð vinna. En það var eitt sem ég var svolítið að spá í, svolítið að hugsa út í. Af því að búðin, þessi búð, hún er opin á hvíldardögum, hún er opin á laugardögum. En ég vildi ekki vinna á laugardögum, af því að Guð segir að við höfum að hvílast á hvíldardeginu. Þannig að ég þurfti svona aðeins að fá smá hugrekki til að segja við hann sem að var að ráða yfirmanninn, verslunarstjóran, sem stýrði búðinni.
Sko, ég hringdi nefnilega í hann og ég sagði við hann, heyrðu, mér líst rosa vel á þetta, en það eitt sem ég þarf að segja þér, að ég vinn ekki á hvíldardögum. Þannig að ég vinn ekki frá sólarlegi á föstudegi til sólarlags á laugardegi. Og ég vissi ekki alveg hvað hann myndi segja. Ég var pínu búin að biðja fyrir þessu, þetta myndi ganga vel. En vitið þið hvað verslunarstjórinn sagði? Estilega, viltu setjast? Vitið þið hvað hann sagði? Hann sagði, gott hjá þér. Ha? Ég var svo hissa. Yfirleitt segir fólk bara, hvað meinar hvíldadagur? Þau veit ekki hvað það alveg. En hann sagði, gott hjá þér. Og það sem kom í ljós að verslunarstjórinn sem ég hringdi í til að segja frá að ég gæti ekki unni á hvíldadögum frá sólarlega föstudögum til sólarlags á laugardögum, að hann var að lesa í Biblíunni með Gavin sem var prestur hér. Og hann var að lesa hvíldadaginn með honum. Þannig að þegar ég sagði að ég vinn ekki á hvíldadeginum, þá skildi hann af hverju ég gerði það. Ekki, það semst að vinna á hvíldadeginum, og honum fannst það bara flott hjá mér. En svo var svolítið fyndið að þessi verslunarstjóri, hann var bara í smá stund. Því að þegar ég sótti þá var annar verslunarstjóri. Þegar ég hringdi í verslunarstjórin, þá var þessi og fékk vinnuna. Og svo þegar ég mætti vinnuna viku seinna, þá var komin annar verslunarstjóri. Það var skipt svolítið, þeir voru að reyna að finna nýjan. Þannig að ég hitti þannig á að Guð passaði að þegar ég sagði vinnunum minni, ég vinn ekki á hvíldardegi, að þá var einhver sem var verslunarstjóri, sem bæði trúði á Guð og var að læra hvíldardaginn. Þannig að þegar við treystum, stelpur mínar, á ég segi ykkur, þegar við treystum Guði fyrir því að ef við fylgjum honum og gerum það sem hann biður okkur að þá mun hann hjálpa okkur. Og það var akkurat það sem Guð gerði, að þegar ég var að reyna að gera það sem að Guð biður okkur að gera, það að vinna ekki á hvíldardögum, að þá hjálpaði Guð mér og hann setti akkurat verslunarstjóran sem myndi skilja mig og það veri ekkert mál. Og meiri sér að sagði hann, muni hvað hann sagði? Hann sagði, gott hjá þér. Hann var ánægður með það. Ha. Að því að vanalega í svona búð, þá þurfa allir að vinna helgar, laugardag og sunnudag. En ég vann þá bara á sunnudögum og það var aldrei neitt mál, því að ég sagði þið frá því áður en ég byrjaði að vinna. Þá vissu þið að ég myndi ekki vinna á laugardögum. Eigum við að spenna greipar? Krakkar, og biðja saman. Góði Guð, takk fyrir það að þú vilt hjálpa okkur að fylgja þínum boðorðum og að þú ert með okkur og þú ert að vinna bæði í hjörtunum okkar og í hjörtum annara til að undirbúa allt. Góði Guð, hjálpað okkur að halda upp á og passa upp á hvíldardaginn þinn. Hjálpað okkur að gera það sem er rétt og góði Guð, hjálpa okkur að segja fleirum frá þér og þínum kærleik. Biðjum þess og fyrir öllum hér, þeim sem eru heima á netinu og þeim sem ekki gátu komist. Í Jesú nafni, við að segja saman, Amen. Takk fyrir krakkar. Nú skulum við setjast í sætin aftur og ég ætla að segja stóru krökkunum sögu. Hæja, ég skila þessum stól. Bossi, fyrir gæstilega. Gleðilegan hvíldardag öll sömul og verið hjartalega velkomin. Í dag, 1. nóvember, erum við að byrja bænavikuna og ég veit ekki hvort þeir eru búin að sjá að það eru bænaviku bæklingar hérna frammi á íslensku, ensku, portugalsku og spænsku, held ég alveg örugglega. Og við munum njóta þess í vikunni. Það verður tilkynnt betur það, hvar og hvenær við hittumst. En þetta er þá byrjunin á bænaviku ársins. Við hefum nú ekki haft hann háttinn á að lesa bænaviku lesturinn, en ég ætla örlítið að koma inn á hann, en annars fjalla önnur mál. En
En við skulum lúta höfði í bæn áður en að við hefjum. Við skoðum saman ritningarnar. Kæri himneski Faðir, ég bið þig að vera með okkur hér þegar við erum komin saman og ætlum að rannsaka í þínu orði og huglega þig og þína leyndisenkun. Kæri Faðir, við biðjum þig þinn heilaga anda, að hann mun leiða okkur öll hér, að hann megi gefa mér orð að mæla sem að þeir eru orð í tíma töluð til þíns fólks. Kæri Faðir, við biðjum þig enn og aftur þína handleiðslu og þinn heilaga anda. Í Jesú nafni. Amen. Vigdís las fyrir okkur í orðskviðunum, 1. kafla. Ég ætla nú bara að fletta þangað líka aftur. Í orðskviðunum 1. kafla, 7. versi. Ég kannski tek það fram að þið sjá að það er kannski fyrsta skipti í langan tíma sem það er ekki þýðandi hérna við hliðina á mér, en það er þýðing á ensku og spænsku í kerfinu. If we're going to attempt to have the translation only in the devices today, so if you need English translation, please take a headphone in the back. Og hérna, ég náttúrulega að reyna að segja þetta á spænsku, að hérna, þýðing fyrir spænsku er aftast, spanjól, það er hérna aftast í græjunum. Næ, ekki lengra. Ég er ekki búin að nóg dulur að æfa mig í spænskunni. Svona nýlega. En við förum í orðskviðuna 1. kafla og lesum þar að ótti drottins er upphaf þekkingar, visku og aga, fyrirlíta afglæpanir einir. Hlýð þú, son minn, á 8. vers, á áminningu föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar, því að þær eru yndislegur sveigur á höfði þér. Og men háls þér, og síðan varar Salomon við því að ganga á vegum með þeim sem að vilja leggjast í launsátur eða sitjum saklausa menn. Hann varar við fíkni í rangfengan gróða, en það er þessi ótti drottins sem er upphaf þekkingar. Það er þessi þekking sem að fyrir heiminn er ekki þekking heldur fylska eða hvað maður að segja, eitthvað sem að menn skilja ekki. Það sem er augljóst fyrir þinn trúaða, það er fásinna fyrir þann vantrúaða. En ótti drottins er upphaf þekkingar og það er bara afglapanir sem vil ekki visku og aga, segir Biblían okkur. Við lesum síðan í orðskviðunum 14. kafla, ef við förum þangað, og í versi 26 og 27 í 14. kafla orðskviðana. Í ótta drottins er örugt traust og synir slíks manns munu athvarf eiga. Ótti drottins er lífslynd til þess að forðast snörur dauðans. Við horfum á heiminn í dag og heimurinn, hann skiptist í 2 hópa. Og einhver kunni að segja, já, þetta er svolítið mikil ofur einföld út af því að þessir 2 hópar, þeir skiptast í marga hópa og fleiri hópa. Við getum auðveldlega skipt samfélaginu okkar upp í svo marga hópa að hver og einn hópur innifeldur á endanum bara einn. Við getum talað stjórnmálaflokka, áherslur, við getum talað Trump og ekki Trump, við getum talað alls konar atriði sem geta skipt því hvernig við sem samfélag eða jafnvel sem kirkjur, sem söfnuðir, horfum á hlutina. Við horfum líka á heiminn svolítið ólíkt þeim sem ekki trúa. Eins og ég segi, ótti drottins er þekking. En fyrir marga að þá eru menn
að gera háð og grín af orði Guðs, af boðorðunum, að sköpunarsögunni, en fyrir þá sem að trúa og þekkja Krist sem persónulegan frelsara, að þá er þetta viska. Þetta er jafnvel viska sem leiðir til sáluhjálpar. Við sjáum að það eru, eins og kemur fram hérna í fyrsta lestrinum, bænavika-lestrinum sem hann fráfarandi formaður skrifar, Ted Wilson. Er ég ekki að muna það rétt að hann skrifi fyrsta lesturinn? Að það er svona fordómaleysir atburðir allan heim sem minna okkur á að heimurinn er að breytast hratt. Náttúruhamfarir og hamfarir af mannavöldum verða alvarlegri og tíðari. Stjórnmálaleg vandamál í mörgum löndum verða nær ómöguleg að leysa. Samfélagslegt og menningarlegt siðgæði er að hrynja. Hagkerfi heimsins ramba á barmi hruns, tilbúin að falla í efnahagslega ringuleið. Og við sjáum líka samkirkjulegar hreyfingar leggja fram málamiðlanir. Ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því í vikunni þegar að Karl Bretaprins, sem er yfirmaður bresku kirkjunar, fór á fund pávans og bað með páfanum. Og þess kann einhver að segja að það sé nú ekki stóra fréttir. En síðast þegar að yfirmaður bresku biskupakirkjunar bað opinberlega með páfanum, þá vorum við á 16. öld. Þannig að það var fyrir siðbótina. Og nú er siðbótin að renna upp og þar er Karl konungur kominn til páfans og að biðja með honum. Við sjáum að það er svo margt að gerast. Við sjáum að hlutir er að gerast í þessum heimi sem að við kannski skiljum ekki og sem að við kannski myndum helst ekki vilja vita af. Við lesum persónulega raunir fólks, sjúkdóma og erfiðleika sem að virðast vera bara allstaðar í samfélaginu og við veltum því fyrir okkur hvað tekur við. Bænavíkulesturinn hann fer í að, og ég hvet ykkur til að lesa hann betur yfir, hann fer yfir það að spá því hversu skjótt er skjótt. Hvað er það sem við væntum eftir? Það er endurkoma Krists. Og við veltum fyrir okkur hvenær kemur hann. Við lesum í ritningunni að Guð er miskunnsamur og náðugur og þess vegna kemur hann þegar við erum tilbúin á fyrirfram ákveðum tíma sem að er þá okkur til heilla. Hann er ekki seinn með fyrirheitin. En eins og kemur fram í bænavíkulestrinum, ef við förum í 2. Pétursbréf, ef við fléttið með mér í 2. Pétursbréf og 3. kafla, Annars Pétursbréf og 3. kafla, vers 3-4. Á síðustu dögum munu koma spottarar sem fylgja eigin girnum sínum og segja: hvað er orðið af fyrirheitinu komu hans? Frá því sem feðurnir sofnuðu og allt eins og frá upphafi sköpunar. Hvað er orðið af fyrirheitinu komu hans? Á tímum Nóa var verið að byggja örk og Nói predikaði í 120 ár að það kæmi flóð. Að lokum var það einungis fjölskyldan hans sem var tilbúin að fara inn í örkina. Ekki einu sinni þeir sem höfðu verið í 120 ár með að smíða örkina komu með, því að það voru margar hendur sem unnu það verk. Það voru ekki bara þau fjölskyldan, en það voru ekki allir sem komu inn. Við skulum fletta líka í Júdasarbréfið.
Flettum í Júdasarbréfið. Þegar við lesum hér í Pétursbréfinu spottara sem að gera háð að orði Guðs, að fyrirheiti Guðs endurkomu. Við sjáum hér í Júdasarbréfi viðvörun. Ef við lesum bara frá fyrsta versi. Júdas, þjónn Jesú Krists. Þetta í Júdasarbréfi, það bara einn kafli. Fyrsta vers. Júdas, þjónn Jesú Krists, bróðir Jakobs, heilsar hinum kölluðu, sem eru elskar af Guði, föður og varveittir Jesú Kristi. Miskun, friður og kærleiki margfeldist yður til handa. Versi 3. Þér elskaðir, mér var það ríkt í huga að rita yður sameiginlegt hjálparræði vort. En nú kemst ég ekki hjá því að skrifa og hvet ykkur til að berjast fyrir þeirri trú, sem heilugum hefur í eitt skipti fyrir öll verið í hendur seld. Því inn hafa læðst nokkri menn sem fyrir löngu var ritað að þessi dómur biði þeirra. Þeir eru ógulegir menn sem misnota náð Guðs, vors til taumleitis og afneita vorum einasta lávarði og drottni Jesú Kristi. Júdasarbréfið, það varar okkur við annars konar spotturum. Spotturum sem koma, sem að eru jafnvel innan búðar menn, sem að tala ekki það orð sem frá Guði, sem misnota náð Guðs til taumleisis og afneita vorum einasta lávarði og drottni Jesú Kristi. Hann heldur áfram og segir, ég vil minna ykkur á og þótt þér nú einu sinni vitið allt að drottin frelsaði líðin úr Egyptalandi en tortímdi samt síðar þeim sem ekki trúðu og englana sem ekki gættu tigna sinnar heldur yfirgáfu eigin bústað hefur hann í myrkri geymt í ævarandi fjötrum til dóms hins mikla dags. Eins og Sódom og Gómorra og borgina umhverfis þær sem hefur drygt saurlifnað á líkan hátt og þeir sem stunduðu óleyfisamlega listendir, þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs eld. Við sjáum að Júdas að vara hina kölluðu. Hann að vara þá sem eru elskaðir af Guði föður og varveittir Jesú Kristi, sjáum við í fyrsta versinu. Hann að vara þá við að það megi jafnvel vera innan raða kristninar að það séu einhverjir sem að afvega leiða eða ekki að ganga eftir orði Guðs. Svona svolítið eins og spottarannir sem fylgja eigin girndum sínum í öðru Pétursbréfi og hafa orð á því hvað orðið af fyrirheitunum komu hans. En ótti drottins, hann upp af þekkingar og visku og aga fyrirlíta afgleipanir einar. Við viljum treysta á orð Guðs, við viljum fylgja honum. Við viljum ganga með honum daglega, við viljum fylgja honum. Við syngjum stundum sálminn hér saman, ég vil fylgja frelsaranum. Það ekki þrá okkar allra? Að fylgja honum, að tigna hann, að lofa hann og að segja öðrum frá endurkomu hans. Guð kallar okkur til þess að fylgja sér og hann kallar til þess að það hafi einhver áhrif í líf okkar ef að við erum að fylgja honum. Förum aftur í fyrsta kafla, fyrsta orðskviðin og lesum þar saman. Í 22. versi, 22. og 23. versi fyrsta kafla í orðskviðunum. Hversu lengi ætli þér, fávísir að elska fávísi, hinnir háðgjörnu að hafa yndi af háði og heimskingjanir að hata þekkingu. Snúist til umvöndunar minnar, sjá, ég læt anda minn streyma yfir yður og kunngera yður orð mín.
Það væri örugglega gott efni í betri rannsókn hvað sálmaskaldið á við þessa 3 mismunandi hópa sem hann lýsir. Þessir fávísu sem elska fávísi, þessir háðgjörnu sem hafa yndi á háði og þessir heimskingjar sem hata þekkingu. En eitt víst að allir þessir hópar hafa ekki tekið á móti hinni sannri þekkingu, hinni sönnu visku, sem ótti drottins, sem það að elska Jesú Krist með hjarta sínu, huga og öllu sem á. Að gefa honum líf sitt. Það hafa þessir fávísu, þessir háðgjörnu og þeir sem kallar í Biblíunni heimskingjar ekki gert. En sálmaskaldið skrifar: snúist til umvöndunar minnar, sjá, ég læt anda minn streyma yfir yður og kunngera yður orð mín. Guð vill koma inn í líf okkar og hann vill velta straumhvörfum. Hann vill breyta lífinu þannig að það verði ekki samt áfram. Viskan, hún hefur áhrif á líf okkar. Náð Guðs sem tekur yfir líf okkar líka kraftur til umbreytingar. Ég var að segja krökkunum frá litli sögu sem ég fekk sjálfur að upplifa, sem var mér mikil hvatning. En ég veit að það eru margir sem eiga svona sögur eins og hvíldardaginn. Það voru sumir sem þurftu hér á Íslandi að sitja jafnvel í fangaklefa því að þeir vildi ekki taka próf í háskóla á hvíldardegi. Þannig að þeir þurftu að sitja í klefanum yfir tíman meðan prófið var og fangaklefðu tóku prófið. En áfram héldu menn samt og ósku eftir því að fá að taka ekki lokapróf eða próf á hvíldardögum. Á endanum, og það var í mörg ár, þá hætti Háskóli Íslands bara að vera með próf á laugardögum. Guði sé lof. Við höfum lesið alveg ótrúlega frásagnir af einstaklingum sem að jafnvel í stríðsátökum hafa gert allt sem þið gátu til þess að halda hvíldardaginn. Og hvernig það hefur haft áhrif á aðra og jafnvel vinnudýrin, ef þið muni eftir sögunum uxan sem að hætta að vinna á hvíldardögum. Það var ekkert hægt að vinna. Uxinn fór ekkert á stað. Þannig að það var einn maður sem vildi ekki vinna, vildi heiðra Guð og ekki vinna á hvíldardegi, og að lokum þá var það þannig að það fengu allir hvíld á Drottins degi. Við lendum oft líka í því að það eru krefjandi aðstæður. Það kann að vera að vinna eða slíkt, að það sé gerð væntingar til þess að ef maður ræður sín í vinnu að maður taki einhverja helgavinnu eða vinni í aðra hverja helgi eða svo. Og þess vegna vissi ég að þegar ég var að sækja vinnu í búð að það væri ekkert alveg sjálfsagt að þeir væri ánægðir með það að ég myndi ekki vinna á hvíldardögum, því að þá þurftu þeir að finna einhvern annan til að vinna þá. En Guð var góður að hann gerði þetta auðvelt fyrir mig, að sá sem að svaraði, hann hafði líka kærleika Guðs í hjarta og var að lesa sjálfur hvíldardaginn. Og ég veit ekki hvort að viðkomandi aðili hefur einhvern tímann tekið skrefið og haldið hvíldardaginn heilagan svona, en þetta hefur örugglega verið hvatning fyrir þann aðila líka. En svo hafa það líka gerst að kannski, og þið heyruðu kannski nýlega dæmi sem að Louis Torres sagði frá hérna þegar fyrirlestrarnir voru, að það var maður sem rak fyrirtæki og hann vissi ekki alveg hvað hann átti að gera, því að þeir unnu alltaf auka á hvíldardögum. Og hann vissi ekki alveg hvernig hann ætti að gera þetta, því að hann vissi núna að hann ætti ekki að vera með neitt í vinnu á hvíldardögum, en hann vissi að allir yrðu brjálaðir ef þau fengi ekki helgavinnuna, því að þá gátu þau ýtt upp kaupinu sínu. Og það var ekki opið á sunnudögum, og hann var lengi að reyna átt að sá því hvernig hann ætti að gera þetta. Og ég segi söguna frekar hratt, afsaka það. Ekki alveg eins góður sögumaður og hann Louis Torres, en ég reyni þó að hann segir frá þessu að hann
í vandræðum. Hvað á hann að gera? Hvernig á hann að láta það ganga upp? Það hefur alltaf þurft að vinna á laugardögum hingað til. Og fólki sem að vinna væri ósátt við að missa launin fyrir laugardagana. Þannig að eftir bæn og eftir umhugsun þá tilkynnti hann öllum á verksmiðjunni sem voru að vinna hjá honum að það yrði ekki lengur opið á laugardögum. Það er engin vinnu að fá. Og strax heyrði hann raddir og óánægðar raddir, en svo fylgdi hann því eftir og sagði: en þið munu fá áfram greitt eins. Og þá hugsuðu allir launamennirnir: frábært, engin vinn helgina en ég fæ sömu laun greidd. Og þau voru ánægð með þetta. Og það fylgdi sögunni að Guð blessaði þetta starf og blessaði fyrirtækið. Það eru önnur svona dæmi rekstur. Einhver var með svona rekstur á ströndinni og það var allir að koma á hvíldardögum og laugardögum og hann var að hugsa: hvað ég að gera? Ég get ekki lokað þegar allir loksins koma. En að lokum ákvað viðkomandi að loka á laugardögum og viti menn, Guð blessaði, þannig að veltan jókst þó hann væri með færri daga opið og þó hann væri ekki með opið helgar eða á laugardegi þegar flestir komu niður á ströndina. Guð fann aðra leiðir til að blessa og kannski boðskapurinn sá að þegar við tökum skrefið með Guði, að þegar við treystum Guði og við fylgjum hans boðunum, þá vitum við að Guð mun blessa, hann mun vera með okkur. Það verður kannski ekki alltaf í akkurat því formi að maður fái margfalt tilbaka í einhverju fjárhagslega, en ég trúi því að jafnvel ef maður sækir starf og ég hef sagt ég vinn ekki á laugardögum og það hefur verið sagt við mig: já, en þá getur ekki fengið starfið. Þá ég nokkuð viss að Guð sé að segja mér: þetta starf ekki fyrir þig. Ég hef eitthvað annað betra í boði. Guð biður okkur meðal annars að halda hvíldardaginn og það ákveðin tilbeiðsla. Við komum hér saman og við erum með guðþjónustu og við syngjum saman og við hlýðum á ræðu, opnum orð Guðs. Við förum í leksjuna þar sem við rannsökum orðið og við njótum samveru með hvort öðru. Guð biður okkur bara 1 dag af 7. Vikan sjálf, stofnuð við sköpun himins og jarðar, stýrir hvernig við gerum hlutina hér á jörð. Þið vitið að það hefur verið gerð tilraunir með 10 daga vinnuviku og jafnvel 20 daga viku og svoleiðis, og menn hafa reynt að prófa önnur form. Menn dottið aftur í það að nota hérna 7 daga eins og Guð hafði lagt upp með og skapaði jörðina með huga. Hvíldardagurinn sem að mannssonurinn var herra hvíldardagsins, hann að vísu sjálfsögðu skapaður fyrir mannfólki en ekki mannfólki fyrir hvíldardaginn, en þetta blessun sem Guð vill veita okkur, blessun frá daglegu amstri, tími sem við getum tekið út fyrir og varið með Guði. Mér langaði til að tala eitt annað sem að við tölum kannski ekki rosalega oft en það talað í Biblíunni. Oft farið í Malachi þegar við tölum þetta og þá núna einhverju búin að kveikja á perunni hvað ég ætla að tala líka. Því að hluta því að fylgja frelsarnum, það að fylgja hvíldardeginum, en síðan líka biður Guð okkur að skila 10. Og þetta beiðni sem hann sem aldargömul, og við sjáum í Biblíunni jafnvel bara alveg í 1. Mósebók að þar skilað 10. Og í Malachi fjallað það á tímum erfiðleika, að þá kallað eftir því að skila sér 10. Og það hérna, ef ég lesi hérna í
Malakæ 3. kafla og 10. vers. Færið alla tíunduna í forðabúrið til þess að fæðsla sé til í húsi mínu og reynið með einu sinni á þennan hátt, segir Drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Munið eftir sögunni þegar sem að það verður verið að safna fyrir musterinu og Kristur og lærisveinar hans eru þarna og eru að fylgjast með fólkinu sem að setja í, það er svona viðgerðarsjóður fyrir musterið í Jerúsalem held ég, svo ég setja í nútíma samhengi, það fólk er að koma og það er að setja í kistuna og það setur einhver eitthvað og svo kemur eldri kona og hún setur 2 smápeninga í og Jesús, hann lyftir henni upp og segir að hún hafi þvílíka trú. Og af hverju var það? Það var ekki af því að hún setti svo gríðarlega háa fjárhæð, heldur sett hún það sem hún átti. Og þannig að Guð, hann er ekki að horfa í fjárhæðinar, hann er ekki að horfa í upphæðinar, hann er að horfa í það sem hjarta segir. Tíund eða gjafir sem gefnar eru af einhverju sem við erum bara skyldu til að gera, eitthvað sem er okkur byrði að gera, það er engin blessun fyrir Guði. En tíund eða gjöf sem gefin er af glöðum gjafara, það er Guði þóknarleg fórn. Það var einu sinni frægur predikari, þið þekkið hann mörg, hann Mark Finley, hann hafði talað tíund við einhvern hóp í kirkjunni og hann var að tala þetta að við ættum að opna hjarta okkar fyrir Guði. Og síðan kemur maður til hans og vill fá að tala við hann í einrúmi. Maðurinn var reiður. Mark Finley gat séð það á honum. Æðarnar í hálsinum voru svona útþandar. Hann kom inn á skrifstofu hans og hann tók upp úr vasanum reikninga og annar reikning og annar reikning og hann hélt áfram að setja það niður á borðið. $280 af reikningum, sagði hann. Og hér eru launin mín, 200 á viku. Predikari, segðu mér nú, hvernig á ég að borga reikningana mína upp á $280 á viku og samt vera trúfastu Guði í tíund og taka tíundana mína af laununum mínum sem eru bara 200. Predikari, þú verður að segja mér hvernig ég á að gera þetta. Mark Finley hugsaði smástund og svaraði síðan, það er alveg eitt sem er augljóst. Þú verður $80 lengra komin í skuld í hverju viku, er það ekki? Já, það er rétt. Ég verð alltaf $80 lengra aftur í skuld. En þú verður að segja mér hvernig ég á að gera það. Þá spurði hann þessa spurningu. Sagði við hann, ég hef bara eina spurningu. Hefur þín aðferð við að sjá fjármálin, hefur hún hjálpað að koma út úr skuld? Og maðurinn hristi höfuðið. Þú veist að það hefur ekki gert það, predikari, prestur. Þá sagði hann við hann, sjáðu, svarið er einfalt. Þú munt fara inn í skuld ef þú fylgir þinni eigin aðferð. Hvers vegna prófar ekki Guðs aðferð og sjáðu hvort að það komið þér út úr skuld. Hann sagði, predikari, eða kæri prestur, þú hefur svarað spurningunni minni. Það er nefnilega alveg ótrúlegt og kannski er það bara partur af einhverju ráðsmennsku en þau 90% sem eftir eru duga oft langt meira heldur en þau 100% sem aðrir hafa til að sjá þær þarfir sem hver og einn hefur. Við vitum það að Guð hefur lofað því að sjá okkur
Þið munið eftir versinu sem segir, líttu á smáfuglana. Guð passar upp á þarfir þeirra. Eru þið ekki miklu verðmætari Guði? Guð mun líka passa upp á okkur. Ég heyrði nýlega sögu og að því að ég fékk ekki leyfi til að segja fyrir hvernig það gerðist, þá ætla ég bara að segja söguna án þess að segja nöfn. En það var einhver sem var komin í svolítið klandur, þurfti að borga svolítið stóran reikning og átti eftir að skila 10. Og var að hugsa hvernig ætti að gera þetta. Bað til Guðs. Mundi allt í einu að hafi geymt pening til hliðar og ákvað að nota þann pening til að skila 10. Svo þegar 10. var skilað, að þá létti yfir og áhyggjurnar þær svona aðeins fóru hjöðnuðu frá. Og síðan kom það upp að viðkomandi fór og fékk aðstoð og þá kom í ljós að það var einhverjar tekjur, það var einhver peningur sem að honum var skuldað sem að viðkomandi gat sótt. Og einu kvöldi þá kom öll upphæðin sem vantaði tilbaka og viðkomandi gat greitt reikningin. Hvað er það sem stendur í Malakí? 10. versi. Færi alla 10. í forðabúrið til þess að fæðsla sé til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt, segir Drottinn allsherjar, hvort ég lýk ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Þessi blessun er ekki alltaf í formi fjárhagslegra ávinnings, en Guð segir að hann muni blessa þá sem skila 10. í fóðrabúið. Guð segir að hann mun blessa okkur ef við höldum hvíldardaginn hans. Hann segir að hann muni blessa okkur ef við fylgjum honum. Ef við förum aftur saman yfir í orðskviðuna, 1. kafla, og lesum saman að lokum 20. versi og áfram. Spekinn kallar hátt á strætum, lætur rödd sína gjalla á torgunum. Hún hrópar á glaummiklum gatnamótum, við borgarhliðin heldur hún tölur sínar. Hversu lengi ætli þér fávísir að elska fávísi og einir háðgjörnu að hafa yndi af háði og heimskingjarnar að hata þekkingu. Snúist til umvöndunar minnar, sjá, ég læt anda minn streyma yður og kunngera yður orð mín. Í versunum sem eftir fylgja er fjallað hvernig fer fyrir þeim sem að ekki skeita orðum Guðs. En við sjáum í lok kemur versið í 33. versi sem ég vona að muni eiga við okkur öll. En sá sem á mig hlýðir mun búa óhultur og vera öruggur og engri óhamingju kvíða. Ef við treystum Guði, ef við leggjum allt í hans hendur, þá getum við verið örugg í hans höndum. Við kunnum að fara í gegnum erfiðleika í þessari jörð og það kunna vera hlutir sem það þarf að leysa, en með Guði í för er ekkert sem er of stórt. Það er ekkert sem er of stórt fyrir hann sem hann getur ekki fyrirgefið. Það er ekkert of stórt fyrir hann sem hann getur ekki hjálpa okkur að komast í gegnum. Ótti Drottins er upphaf þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapanir einir. Treystum á Guð, óttumst hann, þessi Guðs ótti, þessi kærleikur til Guðs, þessi óttablandna virðing fyrir Guði, hún er upphaf þekkingar. Tökum á móti þekkingu hans, lesum í orði hans, tölum við hann á hverjum degi og
Leifum honum að móta lindisokkuna einhvern okkar á hverjum degi. Fyrirlítum ekki visku hans og fyrirlítum ekki aga hans. Því að Guð vill vinna í hjörtum okkar og leiða okkur nær og nær sér. En hann vill ekki bara ná til okkar, heldur vill hann líka nota okkur að við séum samverkamenn hans til að ná til annarra. Því spyr ég byrjaði að segja frá sálminum, ég vil fylgja frelsaranum. Mér langar að spyrja þá sem eru hér í dag að standa upp sem vilja segja með mér, ég vil fylgja frelsaranum. Lofsi Guði. Þeir sem treysta sig til mega krjúpa með mér til bænar. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir þína náð og þína miskunn sem ný á hverjum degi. Kæri Faðir, við þökkum þér fyrir þína þolinmæði og fyrir það að þú ert að gefa okkur lengri tíma til að vera undirbúin fyrir þína komu. Kæri Faðir, við biðjum þess að koma þín megið og vera skjót. Þessi heimur að fara alveg af hjörunum. Og við þráum að sjá þig og vera með þér á himnum. Þar sem að það hvorki ryð né ryk og allt þetta sem að hér á jörð, sársauki, einmanaleiki, veikleiki. Kæri Faðir, þessi ófullkomni heimur sem við búum í, sem að hefur verið sörgaður af synd, við þráum að komast heim í þitt ríki, til himnaríkis. Kæri Faðir, við biðjum þig að undirbúa hjörtu okkar, að þú megir gefa okkur þína þekkingu og þína visku, að við megum óttast þig, að bera óttablanda viðingu fyrir þig, að við megum elska þig, að við megum leyfa þér að vinna í hjörtum okkar og umbreyta okkur í þína mynd. Og kæri Faðir, sé að það eitthvað sem við getum gert til að leiða aðra til þín. Hjálpa okkur að gera það. Hjálpa okkur og gefðu okkur ríkulega af þínum heilaga anda. Gefðu okkur orðamæla þegar við hittum fólk og huggun og von til að gefa þeim. Við biðjum þess og biðjum þig að blessa alla hér. Kæri Faðir, við viljum fylgja þér. Allt þar til og fylgja þér alla leið heim til himans. Við biðjum þess í Jesú nafni og segjum saman Amen. Takk fyrir þetta, Kristján. Já, þá komið bara að síðasta sálminum okkar og það er sálmur númer 345, yndislegur sálmur. Ég vil þér fús og fegin hlýða. 345.
Já, dásamlegur sálmur eftir hann Valdimar Briem og Salómon Heiðar samdi lagi við þetta. Ég ætla að biðja hann Kristjánar að vera með blessunarorðin. Þegar við vorum að lesa í Júdasar brefi, þá var við hæfið að við höfum blessunarorðin þaðan einnig. Blessunarorðin að finna í Júdasar brefi, 24. versi. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýr sína, lítalaus í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist drottinn vorn, sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen. Já, ykkur með tilkynningar í dag?